Já, komið sæl og velkomin eftir að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hingað til borðs hef ég fengið helstu pop sérfræðinga landsins, Helgu Þóreyju og Arnar Eggert. Verið velkomin. Jú, takk. Ég fekk ykkur hérna sérstaklega til þess að ræða Justin Bieber á Coachella og ég er búin að vera með þráhyggju fyrir þessu tiltekna atriði þar sem að Justin Bieber tók ný lög í bland við gömul sem hann á ekkert svo mikið í lengur. Akkurat. Hann fann út úr því með því að vera með svona YouTube set einhvern veginn. Hann satt með tölvunni sína bara á sviðinu, spilaði af YouTube svona fyrir aftan sig og sumir vildu meina það að þetta væri ógeðslega lazy. Þetta væri bara, þú veist, það væri bara latur. Þetta væri gott dæmi það hvernig karlar þurfa einhvern veginn að gera og leggja minna á sig heldur konur af því að Sabrina Carpenter sem kemur á eftir honum einhvern veginn með eitt rosalegsta sjóf ever, Madonnu og eitthvað svona, þú veist, alls konar. Hann komst upp með þetta engu að síður og ég persónulega elskaði það. Ertu ekki líka af Justin Bieber kynslóðinni? Já, aðeins og gömul, sko. Já, mér finnst svona konur sem eru svona 10 árum yngri en ég, þær voru fullorðnar, eða svona, þær eru... Já, ég er aðeins og ung, sko, en þú veist, en ég man... Ég er ung? Nei, aðeins og gömul, já, ég er aðeins og ung. En litla systir mín hins vegar, sem einmitt, hún er 8 árum yngri en ég, hún var svolítið inn í Bieber. Ég man eftir Bieber þannig, einmitt, þegar hann var svona rísandi stjarna á YouTube. Já. En ég veit að Helga Þórey, þú hefur fylgst mikið með umræðinni kringu þetta. Já, mér er bara svo gaman að skoða menningarýni og hvað fólk er að segja og mér er svo geggjað sko því fyrst kemur bara konar myndi nú aldrei komast upp með þetta. Akkurat. Og það voru svona fyrstu hugundegin viðbröð og svo allt í henni kom bara svona reiðir fyrir Justin Bieber aðdáendur og svona menningarýnar á TikTok og Instagram að tala já, og bara, þú veist, þetta er bara marglaga í raun og það er til dæmis að hann er búinn að afsala sér höfundarétti eða seldi frá sér katalógin sinn af því að hann var næstu í farin á hausinn og þannig að þetta er svona leið fyrir hann til þess að spila katalógin án þess að þurfa að takast á við höfundaréttarmál og það er eitt, en svo er það líka bara þetta að Justin Bieber... Þetta var alls ekki lazy, úthugsað. Þetta var allt úthugsað og og svo var hann þetta með tölvuna og þetta leit út eins og hann væri að taka óskalið úr sal bara á Coachella en hann var náttúrulega ekki að því og þetta var auðvitað bara skipulagt og en það sem hann var að gera er að hann er að spila gömul YouTube að sjálfum sér og hann er alltaf svona einn af þessum fyrstu sem verður virkilega frægur. YouTube gerir hann frægur, það er plattformið hans og hann er einhvern veginn í einhverju svona uppgjöri við sitt Þetta er svona komment á það. Já, og þetta er bara, hann er að syngja, hann sko að ratta við sjálfan sér, hann er að syngja í röddun með sjálfum sér sem barni. Litla Bieber. Litla Bieber, sem er ótrúlega krútlegt. En svo er líka, er Justin Bieber bara með þessa sögu sem að barnastjörnir eru með og sem að mér er bara ofsalega áhugavert og líka kannski bara í samhengi við að vera hér á samstöðinni og það er þetta bara ábyrgð okkar allra og hvernig samsekt okkar allra þegar kemur að ég að gera börn fræg og að við tökum þátt í þessu og systkin okkar, börn okkar eða eitthvað svoleiðis að bara, þú veist, ég fór með son minn á Justin Bieber þegar hann kom í kórinn 2016 og sá þar einmitt bara rosalega ungan strák algjörlega uppgefin á því að vera strengjabrúða fyrir einhverja ríka kalla og bara neldi það algjörlega þá og þannig að það var svona þú veist þannig að það er svona smá gagnrýni spróttur sem hefur fylgt Bieber bara núna kannski í 10 ár og hann, við vitum líka hann sko bara sem flutt hann og bjó hjá Össur og Diddy, þú veist það er einhver saga, það er eitthvað og hann segir ég vil ekki aðrir þurfa að gangi í gegnum það sama og ég hef gengið í gegnum og er einmitt svona sérstakur vendari Billie Eilish og mikill vinur hennar og þannig að það er, þú veist, það er eitthvað þarna og okkur kemur náttúrulega ekkert við hvað kom fyrir hann og það er auðvitað bara partur af því að barnastjörnur fá að lifa í friði og okkur kemur það ekki raskat við en það er eitthvað þarna og hans aðdáendur vita það auðvitað og
og þess vegna svo fallegt að sjá alltaf þessu svona gömlu aðdáendur einhverja svona konur sem að komast með hann aldur vera bara nei, þetta bara ofsalega fallegt sem Justin Bieber var að gera. Einmitt, það er svona harmonisera með barnir í sjálfum sér einhvern veginn, svona á sviði fyrir framann 100.000. Þannig er hann bara healing his inner child. Já, þetta var bara inner child work, eða þetta ekki lítur út þessu inner child work og sem er líka bara ótrúlega flott að því að sko svona, hvað sem er svona self-care og þessi svona þetta fari uppgjörgja hvert sjálfum sér, það er bara ótrúlega mikið í tísku og er einhvern veginn bara partur af sætgæstinu í dag, bara, ertu ekki að vinna í sjálfum þér, skilur það og reyna einhvern veginn að vera í einhverju svona heilbrigðu sambandi við sjálfum sér sem barn og já, þroska. Ég held einmitt sko, ég reyna að setja niður sko dætur mínar sem eru 20 núna, þær voru mjög hrifnar. Þá var bara þessi jóladiskur komin út. Hvenær var það? 2000 og, ég manna það ekki, 4. Eitthvað snemma, allavega, já. Og það var eina sem við gátum unnið með var Under the Mistletoe eða hvað það var sko. Þær voru mjög hrifnar. Er það platan hann að það sem hann er með Mariah Carey og þú veist, er svolítið svona sexualized sem svona lítill drengur? Þetta var bara svona silfurlitaður geisladiskur, var bara einhver 5, 6 eða 7 lög sko og þetta var jólaplata og það var bara komið eitthvað EP og smáskifur og svona, fólk var alltaf að bíða eftir stóru plötunni. Man ég man ekki nákvæmlega hvað árið þetta voru, en mér finnst mjög gott þessi umræða og frábært þau getur farið að stilla þessu upp við hliðina á því sem Carpenter gerði, að ég held að þetta sé miklu, það er of einfalt að ágreita sem einhverju að liti og Lazy, ég er sammálaður Helga, þetta er svo mikið í þessu, sem var ég, þú veist, ég var að skoða þetta, það er, þú veist, hvað kallar Hollywood og afþreyingarinn Lazy, það er fullt að gerast á sviðinu, það er sviðs set up og ég veit ekki hvað sko, en fólk, ég held að fólk vilji dálítið þegar hann hafi mætt á sviðið out of it, skilur, og ekki nefnt þessu og verið að hlaða í eitthvað og síðan eitt útilegar ekki annað, kannski er hann út á tíma og alltaf að gera eitthvað annað, við vitum það ekki. Ég veit ekki, mér finnst það sko, hann bara virkaði, það sem ég horfði á, bara virkaði bara mjög skýr og var bara í góðum stað og bara vissi bara hvað hann var að gera og var bara í mjög svona heilbrigðu sambandi. Sko, þegar ég horfði þetta fyrst, þá hugsaði ég, ok, þú veist, það hefur eitthvað komið fyrir. Það er einhver ástæði fyrir því að hann er að gera þetta svona. Ég meina, þú veist, hann einmitt hefur runnið út á tíma með eitthvað því að, þú veist, konfetti í bomban hefur sprungið baksviðs eða eitthvað. Það var eitthvað sem að klikkaði og þess vegna stendur hann það. En eftir því sem ég svona fylgdist aðeins meira með honum og fór aðeins að pæla, las aðeins einmitt í svona menningarínu og gagnrýni á netinu, þá fór ég að hugsa einmitt, þú veist, hversu útpælt þetta var og sem performance. Hvernig, þú veist, honum tókst einhvern veginn að færa sko performanceinn aftur í hendurnar á aðdáendum sínum. Þú veist, í staðið fyrir að vera með þú veist, allt sjófið, þá var þetta svona eins og persónulegt. Sko. Líka þetta var ekki sýning, þetta var list. Og það fær maður bara einhvern veginn allt aðra tilfinningu og það var líka svo áhugavert að því að ég er löngu hægt að fylgjast með einhverju svona svo Coachella því mér finnst þetta bara svo astnalegt. Það er bara fullt af fólki sem er að horfa á einhverja, kannski oft rosa flotta listamenn og þau eru bara með síman og lofti og er einhvern veginn ekki þú veist, þau eru bara með selfie cam og lofti að þú veist að Coachella náttúrulega snýst náttúrulega bara sko áhrifavaldana og outfitin. Það er enginn að horfa upp og sé það. Nei, það er allir, þú veist, það er alveg svona fárlegt og ég meina Coachella, það er ekki mikið eftir að þeirra hátíð í þessari exakt mynd. Bara hún lifir meðan þessi kultúr lifir. Og annarkvort þarf hún að breytast eða hún deyr. En það er þetta bara einhvern veginn að það er að þegar Madonna kemur sem gestur hjá Sabrina Carpenter og allir bara Madonna er ekki stíð og svið í næstu 10 ár og syngur hérna Like a Prayer og bara ógeðslega flott, bara legend okkar, hún er bara lifandi góðsögn og þá eru bara allir með síman að taka vídeo af skjánum fyrir framann sig, þú veist, þau eru ekki einu sinni verið að taka mynd af þeim saman og þú veist, þetta er svolítið svona þú veist, þetta er svona annar vingill á Coachella og líka bara á menningun í dag og ég var að lesa einhverja grein á Substack um þetta að fólk getur ekki skemmt sér á sko jamminu eða klúbbum eða í dansi af því að þetta er svona, við erum náttúrulega á þessari 90s kynnslu eða þú veist og við ólumst upp og ég fór út að dansa rosa mikið og fór að klúbba og fór til New York og bjóð þar og að því mér langaði svo að vera hluti af einhverju svona, þetta var svo skemmtilegt. En við þurftum aldrei að hugsa það að það væri verið að taka vídeo á okkur.
og þetta einhvern veginn að þú getur orðið content hjá einhverjum og þú sérst í stöðugur að hættu á að vera content og það kannski líka eitthvað sem að þú veist, má alveg skoða svolítið og í sambandi við þessi festival og svo kom einhver önnur klippa af einmitt Madonnu sem tónleikagesti og hún var að dansa við á tónleikum hjá einhverjum öðrum og þá voru allir bara að taka vídeo af henni. Af því hún var eina sem var að braksöl dansa og hún var að dansa, já, skemmta sér. Hún var ekki með síma. Og það var einmitt contentið svo fyrir einhvern veginn. Þannig að þetta er orðin svona skrítin hringur og mér finnst einhvern veginn Justin Bieber, þú veist, hann nær einhvern veginn svolítið að svona slá síman og röndanum á fólki. Og mér finnst, í alvörunni tala, þá finnst mér ótrúlega að við sitjum mynda 3 og við erum að ræða Justin Bieber. Vegna þess að ég hef aldrei gefið honum neitt sérstakann gaum. Hann er bara, þú veist, eitthvað svona popprins, eins og segja, þú veist, ég var aðeins og gömul til þess að einhvern veginn svona rífast með. Ég man eftir að systir mín kannski, þú veist, hlustaði okkur lög. Ég man svo eftir, eða þú veist, og svo dóttir mín. Já, ég náttúrulega datt inn í Justin Bieber eiginlega þegar að hann kemur hinga á tónleika því að ég fór með syni minn, þannig ég hlustaði á þessa plötu sem að Sorry var á og hún var bara drullu góð, það var bara ógeðslega flott pop og einmitt á þeim tónleikum, varst þú þarna eða voru þið þarna? Ég var þarna. Og ég man hann var í sko Fear of the Black Planet ból og hérna já, ég veit það, ég bara elsku kallinn og svo er hann bara eitthvað hoppandi að syngja Baby Baby og hérna ég vorkenndi hann svo ógeðslega mikið, hann bara eitthvað tvítugur og bara einhvern veginn, eða eitthvað svona tvítugt og hérna og líka við erum búin að sjá þetta, við erum búin að sjá Britney Spears, við erum búin að sjá Michael Jackson, þú veist, við þekkjum sögu þannig hérna, þetta er bara algjörlega greift í, hérna, þú veist, í menninguna þetta minni barnastjörnuna sem verður stór og hann einhvern veginn er hann í Fear of the Black Planet ból og svo er hann ofta snýr hann baki í fólk til að sína Public Enemy, Fight the Power eitthvað svona, er að sína bólinn sinn og er einhvern veginn að reyna að segja eitthvað upp á sviði sem hann hefur enga rödd það er bara, og kannski bara því að þarna var ég náttúrulega bara búin að vera á kafi í einhverju námi og svona, þannig að þetta var bara rosalega djúpt fyrir mig, en ég var bara vá, þessi strákur er bara mális upp á sviði upp á stærsta sviðinu svo getur fengið hann getur ekki tjáð það sem hann vil. Akkurat. Þannig að hérna auðvitað það mega fullkomi sens að hann fari í ykkur svona postmodernískan gjörning eins og þetta á Coachella. Ég sé það líka eins og ég sé það ekki með dætur mínar að hérna þar er Bieber með mjög svona stöðu þú veist eins og við erum með eitthvað tónlistarfólk í okkur sem er bara svona undisputed king sko, bara svona hrein aðdáun einhvern veginn og hérna, en mér finnst mjög áhugavert ég ætla að henda þessu út á henni gleymið því mér er svo áhugavert það sem var nefnt að bera saman þetta tvennt og ég held að sé alveg rétt að ég ætla alltaf að setja hérna hrátt á borðið Justin Bieber gerir eitthvað sem lítur út að vera lítið undirbúningur wow, þetta er flott hjá hann Carpenter gerir venjulegt hérna flugeldasýningu já, við höfum séð þetta áður snúum þessu við hérna, Sabrina Carpenter hefði gert svona hvað bull er þetta Bieber hefði gert hérna flugeldasýningu The King has returned hvað segir þið þetta? Ég nefnilega er ekki alveg viss sko Justin Bieber hefur aldrei verið einhver svona sjógauð Nei, ég er að tala almennt sko Já, þú veist, ég hugsa sko Jú, að sjálfsögðu Karlmenn og ég veit ekki, þú veist, ok, ef við myndum setja einhverja aðra stjörnu heldur en Sabrina Carpenter þarna, við myndum segja, þú veist, ef að Billie Eilish hefði gert þetta sama eða þú veist, eitthvað svona, sem að, þú veist, maður svona einhvern veginn svona sér sem einhvers konar jafninga hans, ég veit ekki, þú veist þá kannski mér finnst Sabrina Carpenter bara, þú veist, hún er fín fyrir það sem hún er en ég einhvern veginn, mér finnst hún ekkert rosalega mikill listamaður ég held að það sé kannski líka bara það að hérna sko að einhvern veginn að leyfa sér einmitt þetta listræna frelsi og vera bara fuck you hérna þú veist vondu fyrirtæki sem að hafi hérna þú veist mergsóið mig og hérna eru búin að stela af mér þú veist hérna lífsviðurværinu æsku minni og öllu því og ævistarfi og þú veist og hérna og þá er það einhvern veginn svolítið smart Ég veit ekki, ég er ekki viss sko. Þetta snýst náttúrulega rosa mikið samhengi og ég held líka sko að og hann myndi mér líka bara pínu á Kanye West og eins og þarna sjóið hans Kanye West það sem hann er svona ón á jörðinu og það er þessi minimalismi sem þú veist, greinilega að reyna að íta sér fram sko í gegnum að því það er náttúrulega mjög mikið eins og þú veist Sabrina Carpenter er bara alltaf enda hún er bara, þú veist, hún er maximalisti hún er meir eins og Chapel Roan og eitthvað annað fólk sem er að gera stór sjó og
og svo er bara svo er bara þetta svona mínimalískara afl, þú veist, kannski þetta bara ólíkir stílar. En það sem ég er að velta fyrir mér er þetta að karlmenn fá alltaf séns og konur fá aldrei séns. Já, ég sá þessa gagnrýni og ég er alveg sammála að það virkar mjög oft þannig. Já. En mér fannst, sko, þegar ég las þetta, þá fannst mér það byggja á röngum lestri á Bieber. Þú veist, mér fannst það ekki byggja á réttum lestri. Já. Þannig að það eru núansar þarna. Já, og bara, þú veist, bara lesturinn finnst mér alltaf vera en svo er líka bara mjög refreshing að sjá, sko, fullorðinn kallmann standa á sviði fyrir framan hérna mörg 100.000 manns og hérna tala við sitt innra barn og hérna einhvern veginn svona, þú veist, og vera bara svona tilfinningalega opin, vera tilfinningalegur og þú veist, og eitthvað svona, þú veist, fá vinkonu sína Billie Eilish hérna upp í lokalægið sem, þú veist, The Only Girl og þú veist. Það var líka annað út af því að, ég veit ekki, hafið séð heimildamyndina hennar Billie Eilish sem er á Netflix. Nei. Ég horfði bara á hana, vinkonu mín mælti með henni og hún er ótrúlega sæt og það sem er með Billie Eilish er að hún var algjör Justin Bieber aðdáandi og það eru til svona klippur af henni á netinu þar sem að hún var bara 10 ára bara, og það verður svo hræðilegt í eignast einhvern tímann kærasta út af því ég mun alltaf elska Justin Bieber meira og eitthvað svona og hún einhvern veginn svo ótrúlega sæt og bara mikið barn og hérna og bara einhver svona dúllast byrkaði Justin Bieber. Sem verður svo bara þessi barnastjarna sem að hann og verður svo fræg sjálf og svo er svona, það er tilvíka vídeo þegar þau hittast í fyrsta skipti og margar klippur til af henni sem áður en að hún kynnist honum þar sem hún er að tala bara, ég veit nákvæmlega hvernig hann lítur út og alla svipina og svo fyrir hún að tala þegar hún hittir hann í fyrsta skipti og bara hvað hún dyrkar hann og þú veist, hún er einhvern veginn þannig að við og þetta er svona parasocial, þetta er líka svo áhugavert, þetta er parasocial hérna samböndin sem við eigum, að það er einhver svona stelpa inn í mér sem sá Madonna þegar ég var 10 ára og sá ég hann Live Aid og gæðislega flott eða dýrkaði dansadriðun og flassdans eða eitthvað og þessi stelpa inn í mér fattar hvað Billie Eilish er að gangi gegnum gagvart Justin Bieber, skilur þannig að við förum öll í einhvers konar parasocial sambönd og getum gert þetta ef við kærum okkur gagvart hinn og þessu og þarna er, þú veist, og þess vegna kallar hann upp á svið þá er það einhver svona, það verður svona full circle moment, sko. Ég er að fá slatta einmitt af hérna ritgerðum parasocial sambönd, sko. Já, er það ekki? Einhliða sambönd, það er svona verið að koma dálítið mikið af því og ég fekk einhvern tímann fyrir löngu síðan fekk ég eina ritgerð þar sem Coachella-hátíðin var einmitt kölluð Instagram-hátíðin minni mig. Já. Þar sem þetta er svona þetta er svolítið plast, sko. Er það ekki rétt? Ég hef aldrei farið, sko. Jú, það er ekki... Ég verið hana, á þessu svæði svona svipum tíma en þú veist, og þannig að ég var svona aðeins vör við bara fólkið sem streymdi þangað. Ég fór ekki á hátíðina sjálf en það var einmitt þessi tilfinning, sko. Þessi hátíðsamt sem að, þú veist, ég meina þegar hún byrjar þá er fólk bara í, þú veist, hérna stubbusum og hlýrabólum og þú veist, og það er bara í Kaliforníu sólinni einhvern veginn að hérna njóta þess sem að er á sviðinu, sko, dansa og það er rosa mikið fjör, ég menn, þetta er kannski 98 eða eitthvað, þú veist tónlistarhátíð í gangi í gangi, en það sem að gerist er, sko, þú veist, þetta er í kringum 2008, þá byrjar þetta að breytast og þá allt í nú verður til hún fór næst í hausinn og svo kom einhverju Coachella fjárfestar og áhrifavaldarnir, sko, og hérna Kardashians og hérna Jenner systurnar fóru að létu sjá sig og það sem er líka mjög merkilegt með, sko, þú veist, Coachella fashion er bara thing og það sem eru bara, þú veist, það eru bara til, sko, línur í einhverju svona fast fashion búðum sem heita bara Coachella af því að þær eru bara samkvæmt einhverju svona sniði, þú veist, það eru hérna frinds, eða svona kögur það er einhverju svona crop tops einhverjir, þú veist, og hérna og svo er það líka, sko, svona indverst hérna, þú veist, eins og hérna lokkar í nefið, bindi, nei, hvað heitir þetta hérna, já, og þú veist, einhverju svona demantur á enninu og þar framöndu göttur þannig að það er, sko, þú veist, þannig að þeir eru einhvern veginn svona, það er túrkisteinar já, einmitt og hérna, og það, þú veist, það eru svona indigenous, indversk þú veist, austurlensk áhrif einhvern veginn í tískunni svona sumarfrísfagurfræði þetta er rosalega ég held ég sé að halda fræðinum þetta er eitthvað svona, þetta er skrítið, sko þetta er alveg og hún er einhvern veginn orðin að skrimsli þessi hátíð og hún er einhvern veginn hægt að snúast sko, innihaldið og fólki á sviðinu og ég held að þess vegna sé líka bara, þú veist,
Bieber hafi verið bara svona refreshing, að því að hann sagði þeim einmitt, hann sendi þeim fingurinn. Já. Og hann sagði bara, þú veist, þið eru hvort þið eru ekki hérna til þess að horfa á okkar sjóf. Já. Fyrir bara á YouTube. Hann var með því að þetta var eitthvað svona kjallaragigg, sko. Já, þetta var, sko. Já, nema auðvitað hefði þetta aldrei verið almennilega útfært nema þetta hefði verið skipulagt vel. Herðu, hann gerði þetta sjálfur. Hann nefnilega samdi sjálfur án umboðsmanns við Coachella. Já, en ég meina bara að setja þetta upp og þú veist, og varpa skjánum og allt þetta. En það líka merkilegt og það kannski líka merkilegt bara svona í víðræðarsamhengi að þú veist, hérna erum við með þessa popstjörnu sem hefur brent sig illa og samstarfi við, sko, hérna, plöturísana. Scooter Braun. Já, hann hefur verið með vonda umboðsmenn. Hann alltaf í einu farin að semja að headlina Coachella, hann gerir það sjálfur millilegalaust. Bara maður við mann. Hann fær, þú veist, hann eitthvað svona, ég meina, þú veist, 7 figures, þetta eru, þú veist, eitthvað 100 miljóna. Hérna... $10 million. Einmitt, þetta eru, þú veist hvað, 250 miljónir eða eitthvað sem hann fær fyrir þetta gig. Og þetta semur hann sjálfur, þannig að, og þú veist, þetta líka svona, mér finnst smá, eins og hans listamæður, sé að taka svolítið eitthvað svona power tilbaka. Þú veist, hann svolítið svona, er það ekki saman að mér? Nei, bara minnst áhugaverð, skilurðu, og þú veist, þá fyrir ég að hugsa það sem Arnar var að segja og þú veist, það sem búið að koma mjög mikið upp þetta með, þú veist, kemist konur upp með það sama, þú veist, kemist Beyoncé upp með það sama, eða eitthvað svo reis, en hún náttúrulega gerur út á að vera að dansa, hann gerir ekkert út á það og hefur aldrei gert, ekki síðan hann var krakki. Kemist Björk upp með það? Já, ég held að. Já, þetta allt hérna góða spurningar. Mér finnst mjög gott þetta, já, Take the Power Back og bara More Power to Him og allt þetta, allt vel spilað, sko. Kemist Björk upp með þetta, það með þessa stærð, sko, að þú veist, hún með svona Max show, en ég man eftir geðveiku giggi hjá henni í Langholtskirkju, svona intimate dæmi. Já, ég held að hún kemist upp með þetta. Hún kemist eiginlega svona upp með flest. Já, þú veist, orðin svona, þú veist, Justin Bieber, Björk, hérna, Kanye, eitthvað svona huge dæmi þar sem þú eiginlega vilt að það sé gert, hérna, Bítlarnir, svo ég sé alvöru kall, miðaldra kall, þú veist, hérna, White Album coverið, þú veist, það bara gjöru svo vel. Þetta hefur aldrei verið gert áður, en þú þarft að vera alveg sky high til að komast upp með þannig hluti. En svo þarftu líka, sko, það sem hann kannski líka flott hjá honum, hann næra að syngja þetta vel. Og þú þarft að, sko, ef þú ætlar að púla minimalisma, ég er ekkit viss að Madonna gæti þetta. Bara því hún er ekki nógu sterk söngkona. En hérna, þú veist, hún er alveg fín, en hún er ekki svona. Og þú veist, þetta er ekki fyrir hvaða listamann sem er að strípa þessu svona niður. En þetta er líka, það sem ég finnst kannski skemmtilegast við þetta er að þetta er eitthvað svona sem gleður aðdáendur alveg ofsalega mikið og við höfum öll lent í því að fara á tónleika með einhverjum artista sem okkur finnst frábær og við þurfum að hlusta á einhverja leiðilegu nýju plötuna þeirra þegar við viljum bara fá að heyra lögin sem við dyrkum þegar við vorum 17. Hann spilaði nýju plötuna sína, þú veist. Og hann er vinsæll tónlistarmaður í dag, en þið viti hvað þú veist, og þetta er svolítið svona, þetta er svona giving back moment, þú veist, hann er að gefa tilbaka og hann er að sýna ákveðið þakklæti af því að þóttan, eins og þið viti alveg hvernig þetta er margir, ég vil aldrei eftir spila Material Girl eða eitthvað sem hefur Madonna sagt og ég man þú veist, ég meina, hérna Thom York og vill aldrei aftur spila hérna, þú veist, Creep og Karma Police eða eitthvað svona. Bob Dylan kom þetta verið 20 árum ára, allt vitlaust að því hann kom með hljómborð og hann spilaði lögin sín og það gæti enginn sungið með. Og þetta er einmitt, ég er mjög áhersamur þetta, hvað ég var að kalla þetta, ábyrgð listamannsins, gagnvart sínu fólki. Aðdáendum sínu. Já, Cock Robin komið hérna og það spiluði vist allan sinn katalóg, öll þessi vinsælu í einhverjum flippuðum jazz fusion útgáfum. Auðvitað verður allt vitlaust. Þetta er ekki það sem ég borgaði fyrir. Já, þetta er ekki það sem ég borgaði. Og líka, sko, og hvað þá þegar þau bara neita að spila stóran part af katalógnum. Þetta er mjög áhugavert. Og hérna, en líka, út af því að og þú veist að það ég veit ekki alveg hvað mér finnst þetta. Það hefur oft verið, ég veit, eitthvað svona eins og neytendavend. Hugsa þetta út fyrir því. En það hefur oft verið fyndið í gangi á milli aðdáenda og þetta er eins og þegar Metallica, bara alienated aðdáendur sína með Napster, það verið allir brjálar út í Metallica og líka aðdáendur þeirra. Með Lou Reed líka. Já, en síðan kemur einhverju svo Pearl Jam og Ticketmaster
og það var miklu, fór miklu betur niður og þeir eignist svolítið stærra core following, þannig að þú veist, það eru, og líka eins og þetta með dynamic pricing, þar sem að fólk er bara að verða reitt við, og fólk er reitt við uppáhaldsljómsveitarnar sína, út af því að það þarf að borga 250 pund fyrir tónleika, skiljiði. En mér finnst mjög mikilvægt að séum hérna, ég er svo ánægð með þetta spjalla við sem að orðið list og listamaður heyrist mjög mikið hérna, og ég er mjög ánægð með það, því að við erum í þrotlausri baráttu fyrir að hérna pop og allt þetta sé samþykkt sem sko að minnstakosti alvörumál og marglagamál og núna erum við komin inn á mjög skemmtilegan hérna vingil eða sem sagt ekki einu svona vingil, hérna svona staðurinn sem fylgir poptónlist, að þetta er líka einhver framleiðsluvara, þjónusta, gefa, þú veist, og þetta gefa fólkina sem vil, sem er alltaf svona, hvað, ég er listamaður, ég ætla ekki, en þú veist, ég skil það, sko, ég skil að vera bara eitthvað, ég nenni ekki að spila þetta, ég er listamaðurinn, þið fáu bara það sem þið fáið, en ég skil svo líka, þú veist, áhorfendur í salnum sem er bara eitthvað, hei, ætlaðir ekki að taka hérna, þú veist, uppáhaldslægið mitt. Þú veist, þetta er svona, þú veist, það er mjög áhugavert, sko, að því að ég veit ekki alveg, þú veist, hvort er rétt í þessu? Kannski er bara allt rétt. Og ég meina... Það er líka þróast þegar við ákvaðum allt í einu, mannkynið, að hérna festa flutning á plötu. Þannig að þú hlustar á hérna Blond on Blond með Dylan, venslögunum nákvæmlega þannig að við viljum, sem er svo merkilegt, þegar við förum á tónleika, þá viljum við heyra þessi lög nokkurn veginn eins og á plötunni. Það má alveg smá. Já, smá, það má en ekki á vera mikið. Svona smá, en þú veist, ekkert frá risafrávik. Það má vera remix. Já, af því að þú ert að leita eftir hérna sem er hughrifun og fær heima hjá þess. Nú kemur kórusinn. En þetta er nefnilega, það er áhugavert þá, þú veist, hvernig við neytum tónlistar og ég líka bara, þú veist, hvað eru það tónleikar? Já, einmitt. Hvað erum við að gera? Og svo er líka bara hlutir eins og bara sem ég hugsa, þú veist, að okkur finnst öllum ömulegt þegar er leiðilegt í vinnunni og hvernig finnst Bob Dylan að spila sama lagið í, þú veist, 50 og eitthvað ár. Ég menna, þú veist, það er einhver tegund af leiðilegt sem að við getum ekki einu sem byrja að skilja, sko, þannig að ég myndi taka þetta viðtal aftur og þú veist, við værum hérna þetta er bara betra viðtal. Og þú veist, og ég meina áhorfendur samstöðurinnar væri bara eitthvað, herðu, þú veist, Marja Lilja, þú veist, þú ert eitthvað hérna bregð út af vananum, þú gleymdir að spyrja. Þetta er mjög merkilegt, þetta er svo tónleikaferðalög, þess að þú ert í 2 ára að spila sömu lögin aftur og aftur. Rosalegt. En það sjáum, þú veist, og við vitum að artistar breyta og þróast á leiðinni í svona tónleikaferðalög. En svo er líka sko þetta, og bara þetta samband við aðdáendur og hvernig það einhvern veginn virkar og að við vorum að tala um Madonna á það, núna er hún að fara að gefa út sko Confessions 2 í sumar, sem er framhald af plötu sem hún gaf út árið 2005 og hérna og það er eins og síðast fór hún á svona celebration tour, þannig að hún ætlaði bara ákvað bara að spila öll vinsælustu lögin sín og túraði það prógram, þannig að þú veist hún er kannski líka bara, hún er alltaf bara komin á ákveðin aldur og þá kannski er hún meira að vinna sem eigin tribute artisti eða skiljiði. En þú veist, þetta er líka svona, þetta er viðurkenning á þessu gagnkvæma sambandi að hérna, að bara já, þetta er fyrir ykkur og hérna, og gefa aðdáendum eitthvað, hérna, gefa þeim smá kjöt. Þú getur ekki borðað kökuna og áttana, sko. Þú getur ekki eins og suma hljómsveitir, sérstaklega þessar stærstu, Taylor Swift, Metallica og allt þetta, að tala alltaf með eitthvað, The Family og eitthvað svona, og mér þykir svo vænt ykkur, það er svo gaman að hitta ykkur, hérna, þetta er nú bara ein stór fjölskylda, og gefa þeim síðan fingurinn, sko. Það einhvern veginn virkar það ekki. Nei, það er nefnilega, en ég, sko, að því ég hef aldrei séð það gert, en til dæmis bara að svona gefa út settlista fyrir tónleika. Þú veist, það væri kannski bara svona ágætis neytendavend í því. Það er engin reiður. Það eru settlistar. Já, það eru settlistar, en þeir eru kannski svona túrasettlistar. Ég er að meina, þú veist... Þú getur séð á Wikipedia, bara oft þegar túr er í gangi. Já, en það er það sem ég segja. Þú veist, ég meina, það má alveg, þú veist, lögum er skipt út líka bara at the moment. Þú veist, þegar áðurinn fara svið, þá segir hérna söngvarinn, hann segir bara, veistu, þú veist, ég með smá hálsbólgu, ég get ekki tekið þetta lag. Getum við tekið þetta þarna í staðinn og þú veist, það eru nokkur svona, þú veist, svona floating þarna, þú veist, sem allir kunna og eru æfð, þú veist, en hérna, ef þetta væri bara, herðu, þú veist, ég veit ekki, ef maður er svona viðkominn fyrir því að hérna listamaðurinn sem maður dáir, einhvern veginn bregði út af vananum og gera eitthvað
listrænt, þú veist, Guð forði því að þá einhvern veginn, þú veist, ég hugsa, já, það var svona ágætis neytendavernd í því að vita bara nákvæmlega hvaða lög þú ert að kaupa þinn á. Þetta er líka svona core humanity dæmi að við erum svona dýrvanan, sko. Við lesum krimma, við horfum á gamanþætti og við viljum bara hafa þetta allt eins. Þannig séð. Já. Ég er bara að spinna hérna. Ég les ekki krimma, bara talaði fyrir sjálfa þig. Og ég geri það ekki heldur, sko. Les kannski bara engin krimma við þetta borð. Nei. Engin Arnaldur á Tenerife, eða hvað þetta heitir. Aldrei komið til tenni. Nei, ekki heldur. Og ég ætla aldrei að fara Já, ég var reyndar komið til þinni, það var æði. Nei, en hérna, já, nú erum aðeins að svolítið pretentious núna. Hvar, Þetta er næsta mál. Næsta mál dagskrá, það myndist að hérna ykkur á Kanye West. Getum við aðeins tala um Kanye West? Af því að, þú veist, Kannski. Það er annar maður sem að, þú veist, ég bara er tilbúin að, sko, deyja á hólnum við að verja Kanye West. Okay, já. Hann er frábær, hann er listamaður og hann reytist ekki á að koma fólki óvart. Þú veist, svolítið svona hérna kontroversial, hérna nokkur lög hérna sem voru útgefin hérna fyrir nýjustu plötuna hans, en hérna, þú veist, eins og til dæmis Heil Hitler sem var bannað við það og er náttúrulega ástæðan fyrir því að hann fær ekki að tróða upp á hérna í London, hérna, hvað, þú veist, var All Points East eða eitthvað svona sem í London. Já. Og Já, er ekki þannig að hann fær ekki komið til England? Hann fær ekki komið til England, sko. Keir Starmer bara hafði milligöngu það að hérna bara revoka vísað hans, þannig að hann verður bara ekki að spila í Englandi. Akkur ekki, þú veist, maður spyr sig. En fólk nefnilega, sko, hann er bannað í Englandi. Veist, ég meina, er ekki hérna Tommy Robinson eða hvað hann heitir, þú veist, er hann ekki með einhverjum svona nasistagöngur í miðborg Londoni mitt sem eru bara sko, þú veist, verndaðar að lögreglunni. Þú veist, þannig að maður velta fyrir sér og þú veist... Þetta er hendið stefnan. Sko, Kanye West, maður þarf átt að segja á því. Hann er alltaf svartur og geðveikur. Hann er svartur og geðveikur og hann er sko, hann kemur, þú veist, úr eitthvað svona fáótakrar, einstæðrar móður umhverfi, Chicago. Samt sko, mammans var prófessor. Já, ég meina þið veitir það bæði að kennarar fá ekki borga shit. Já, nei, ég veit það, en hún... Við vitum allt það. En þú veist, ég meina, hann er líka bara brilliantly klár, þessi maður. Já, ég er að segja, hann ólst upp á, hann ólst upp í þannig aðstöð. Hann hefur meitt svona intellectual auðmagn eitthvað, sko, sem að, þú veist, er mjög augljóst þegar maður fylgist með honum. Hann hefur farið í gegnum alls konar tímabil, hann einmitt þreytist ekki á að hérna breyta sér listamæður. Ég var með svo mikla þráhyggju, ég og dóttur mín, við erum svo mikla þráhyggju fyrir Kanye West að við, hérna, byrjum að horfa aftur á Kardashians, hérna, þú veist, Keeping Up, þegar hann var í þáttunum. Og þarna, sko, byrjar hann að ræða sko, hann er að tala sionista sem að stjórna öll í Hollywood. Og hérna, einhvern veginn, svona along the way, þá byrjar hann samt að tala gyðinga. Og þar verður mix-upið og ég skal deyja þessum hól að hann er ekki gyðingahattari, hann er að tala sionisma, hann er að tala imperialisma, hann er að tala sionisma og hann er að meina, þú veist, ég meina mun eftir White Lives Matter bólunum sem að veri brilliant, það var ógeðslega fucking fyndið. Var hann í, hversu, White Lives Matter? Já. Í hérna Black Lives Matter, þú veist, movementinu, það verður allt fucking sturlað. Já, einmitt. En þú veist, en hann var eitthvað svona, þú veist, why not both? Eða eitthvað svona, og það var ógeðslega fyndið af því að hann gerði það. Ég er ekki búin að skoða einhvern veginn þetta tímabil hans aftur sem að þyrfti kannski bara að gera til þess að make ég mæli með sko, hérna að stúdira hann svolítið sko. En hann var að gefa nýja plötu, Bully, sem að ég vil meina að sé bara hans besta plata. Ég sett hann á í gær eftir spjalluð þig. Já. Hún svona marraði svona, það hljómaði ágætlega. Þetta er góð plata, hún er nefnilega, þú getur ekki sagt meira. Ekki sagt meira á þessari stundu. Þið hafi enga brjálaði skoðanir á Kanye West sig? Sko, jú, hérna, auðvitað, sko, það er nú eitthvað, hérna... En er það ekki, sko, þú veist, eiginlega listamenn ekki að stuða og svona hrista upp í, þú veist, algjörlega, fá mann til þess að fara tilbaka í Keeping Up with the Kardashians til þess að skilja þó betur og hvað þeir eru að koma og þú veist, þetta er svona... Við búum í þannig heim, við komumst þetta ekki undan þessu og ég meina, maður verður var við þetta allt og mér finnst þetta, maður, þú veist, talandi sko maður er að fylgjast með vegferð svona fólks sem byrjar auðvitað á einhverjum ákveðnum stað. Hann byrjar á ákveðnum stað, Justin Bieber byrjar á ákveðnum stað. Og síðan kemur að því að menn eru mættir eitthvert í risastórum stígvélum
og með grímu fyrir andlitinu. Þeir voru báðir í stígvélum. Og ég veit ekki hvað, þetta fyndið, má ég tefla, það svona, á ákveðnu tíma þarf fólk að klæða sig eins og einhverju svona vígamenn úr Star Wars eða eitthvað, sko. Þetta rosa flippa, sko. En síðan bara hefur maður fylgst með þessu, þetta það er svo margt grillað þarna, og þið heyrið það, ég er ekkert að taka afstöðu, ég er hvorki að taka afstöðu með á móti, sko. En hann er svo mikil ádilum að þið, sko. Þú veist, þegar hann með Kim Kardashian og hann fær Kim Kardashian til þess að vera í ykkur Balenciaga, Kanye, get-upi, þú veist, á sko Met Gala, þar sem það sést ekki í hana. Fucking brilliant. Já, ég meina, og hann er bara algjör visionary, þú veist, hann er bara með að listræna sín og fylgir sér og fylgir henni og ég tók að mynda eftir að Justin Bieber var í þessum gúmmístígvélum, þetta minnum alltaf fjósastígvélum hans afa og Kanye gengur í þessu líka. Þetta eru Kanye-stígvél? Já, og ég fæ alltaf pínu svona nýjafötin keisarans af sumu sem að Kanye býr til, sérstaklega í tísku, en sko, kannski líka með Kanye, hann einhvern veginn stuðar mig ekki. Mér veist hann bara, hann er þarna en hann truflar mig ekki, þannig hvorki, já, hann er svolítið fígur og hann er eiginlega of mikið teiknimynd fyrir mig stundum til þess að, og einhvern veginn, þú veist, ég var einhvern veginn að hugsa að láta hann fara í taugarnar á mér einhvern tímann þegar hann var hjá Trump, þetta var sko fyrsta kjörtímabil Trumps, en síðan opnar hann símann sinn og gerir passvördi 00000 og þá einhvern veginn svona fer aftur niður í að verða Ég mæli með því, sko, þú veist, ef maður vill skilja samband hans við Trump, þá þarf maður einmitt líka að horfa á gamla Keeping Up. Af því að þar er hann ekkert óbærslega hrifinn af Trump, en hann veit það samt að til þess að hjálpa Kim, sem var þá eitthvað svona að byrja með eitthvað svona foundation þar sem hún er að hjálpa föngum sem hafa setið rosalega lengi inn í fangelsi og hún þarf að fá viðtal við Trump sem neitar að hitta hana. Já, hver stígur fram og ringir í Trump og setur á sig makahatt og segir bara, hei, nennir að hitta konuna mína. Og þarna spinnur, og þú veist, og þarna byrja fjölmiðlar heilmiklega, þú veist, ábyrgð. Það er ekkert að hann sé, þú veist, ég meina, svo tekur hann ákvörðun hann í kjölfarið í einhverju geðrofi að hann ætlar að fara í forsetaframboð gegn Donald Trump og ég meina, þú veist, það gekk alveg svona ákveðið langt. Maður veit ekki alltaf, sko, hvenær hann er að vera fyndinn, hvenær hann er að vera gagnrýninn og hvenær hann er að vera geðveikur. Það er það sem gerir það svo brilljant, sko. Og hvenær hann það hljómar eins og allir vinir mínir. Það er svolítið þannig. En já, mér veist, þú veist, maður áttar sig ekki alltaf á honum, en það sem Kim Kardashian hefur gert í þessum prison reform, hvernig sem er í íslensku, svona fanga, já, þú veist, fólk sem hefur verið dæmt á mjög hæpnum forsendum, hún er að ná því út í fangilsi. Ég meina, það er svo flott starf, en ég meina, það er samt bara ein manneskja og miklu starra vandamáli til öll Bandaríkin. Þannig þetta er svolítið svona líka eins og svo margt í Bandaríkjunum og líka orðið á Íslandi. Þú nærð fjölmiðla athygli, þú nærð athygli einhver sem að pening, að þá getur fengið réttlæti. Og Kim Kardashian á þetta ekkert að vera einhver, eða Kanye á þau ekkert að vera einhverju boðbera réttlætis. Það er bara búa í réttlætu kerfi. Þú veist, það er, og þú veist, og það er líka kannski það sem að, þú veist, er svolítið svona típend, þú veist, jú, þetta er margt áhugavert þarna, en ég líka komið óbúslega mikið ógeð á brjálæslega ríku fólki og forréttinda fólki. Þannig og þú veist, ef að Kanye væri ekki svona rosalega ríkur, þú veist, þá hefði hann örugglega verið sviptur sjálfræði fyrir svolítið löngu síðan. 100%. Og hafi ekki séð, það er svona mím sem að er, þú veist, hvað máttu gera þegar þú ert ógeðslega ríkur en ekki þegar þú ert mjög fátækur eða heimilislaus. Og þú veist að það er eitthvað svona að drekka fyrir hádegi og svo alls konar eitthvað svona, þú veist, en þetta er bara það. Já, það eru aðra reglur. Já, drekka fyrir hádegi. Já, akkurat. Og líka svo ég kannski einhvern eins og Britney Spears sem við þekkjum hennar sögu líka og hefur bara... Hvar er Britney Spears bæði? Hún held hún sé bara heima hjá sér. Hún var að selja katalógin sinn. Líka? Hún var að selja bara allt. Já, ég meina hún á kannski bara engan pening og það er náttúrulega partur af því að hún var alltaf látin túra þarna eftir þegar á meðan hún var ekki með sjálfræði. Einmitt, og það líka segir manni svona... En það bara að reka fyrirtæki Britney Spears. Hún kannski bara tengdi heldur ekki neitt rosalega við þessa Britney, af því að hún vildi einmitt ekki faratúra og hún vildi ekki setja sig inn í það, þú veist, ég meina, hún er bara búin að vera í einhverjum spíral á Instagram, þú veist, svona, literal spíral með hnífa, þú veist, það sem hún er að dansa og eitthvað svona performa fyrir framan símann sinn. Akkurat.
alls konar hérna samsæðiskenningar í kringu það líka, þú veist, þetta er ekki Britney og svona, þú veist að hún sé raunverulega týnd. Já, ég bara svolítið, við höfum bara láta hana vera. Já. Það er bara svona pínu mín afstæði. Hún kom með strákana sína aftur til sín. Já, það Þeir heita núna Spears, ekki Federline. Okay. Það er eitthvað. Já. En ég er mjög mikið bara á línunum við eigum að láta hana vera. Og maður svona verður, Fáir ykkur. ég hef ekki verið að fylgjast með henni og maður svona, þetta kemur til manns, skilur, einhverjum hérna samfélags hérna vindi, hérna, og eins og með hann EA, ég hef ekkert fylgst neitt sérstaklega vel með hann og ég er að reyna, það er að myndast einhver svona bæði ábyrgð popfræðingsins og svona fara meira inn í þetta sko, af því að eins og þið eru að lýsa, þetta er svo mikið í þessu, þetta er svo galið og svona þetta hérna geðrofsdæmi sko, einhvern tíma fer hann inn á Twitter og segir bara Bill Cosby er saklaus. Það er alltaf eitthvað svona... Og þetta er svo súrrealist. Já, þetta er bara svona... Það er gaman út af auglýsingu, hvað í Wall Street Journal eða eitthvað, hérna, það sem hann baðast afsökunar að vera svona geðvíkur. Hann gerir það, hann hefur sett að gera það nokkuð sinnum. Já, hann kom einhver stór núna daginn, það hefur örgulega verið, þú veist, að því að hann var að svona stefna og gefa út og fara túra aftur. En ég meina hugsi bara, þú veist, ef við þekkjum öll fólk sem að, hérna, á við geðræna vanda, þú veist, og maður veit alveg, þú veist, hvernig svona oflæti, þú veist, getur verið. Getið ímyndað ykkur vini eða ástvinni ykkar sem að eru í geðrofi með alla þessa peninga og alla þessa fjölmiðlaathygli. Þetta væri svona katastrófist, sko. Og alla þessa meðverkni líka því að allt fólki sem vinnur hjá þér, það er háð því í raun að þú sért fungerandi, að þú sért að gera hluti til þess að halda fyrirtækinu gangandi, halda maskininu gangandi. Þannig að þetta er bara, það þarf til sterk bein til að þola velgengni. En hérna, það er bara spennandi að sjá hvernig kann ég reyðir af. Ég bara, hafi fylgst, það er kona sem heitir MG Corey, Kardashian Colloquium. Okay. Hún skrifa mjög mikið fræðilega Kardashians og alls konar tengd málefni. Ég fylgdist mjög lengi með henni þegar ég var svona að skoða þær, svo fekk ég bara svo mikið ógeð. Ég fekk bara nóg af Kardashians, ég bara gat ekki, en það eru rosalega áhugaverið hlutir í tengslum við einhvern veginn þeirra svona stað í menningunni og og einmitt því ég var að kenna upp í HÍ þá fannst mér alltaf svolítið gaman að taka Kim Kardashian upp og bara svona sem svona pínu svona litmustest fyrir nemendur af því að það var alltaf einhver sem kom og sagði hún var fræg fyrir kynlífsmyndband og maður bara Já, og bara hversu og líka þú veist mammenar lagði og allt og fyrir utan það sannar ekki neitt, kynlífsmyndband sannar að þú stundar kynlíf og bara hverjum ekki sama. En þetta er líka bara fyrir aðeins út af teinunum með að mér finnst þetta svo merkilegt að ég mista af þessu raunveruleika þáttum og nánast sko önnur hver ritgerð sem ég fæ í þessum samfélagsmiðla eða popkúltúr samfélagsmiðla samfélagsmiðla raunveruleika þætti og stelpuna mínar, 20-ar eru þú veist, einir að dyrkar mob wives og allt þetta og þú ert með þinn karakter sko, já þessi er sterk og Jersey Shore og allt þetta sko Jersey Shore og bara smá brandari einn nefandi senda á mér, já og gera svona sérverkefni einhverja ritgerð, ertu með einhverja hugmyndir Arnar eitthvað svona í tengslu við fjölmiðla svona, og ég segi bara svona off the cuff já, ég meina hverju hefur áhuga, þú getur skrifa bara Love Island og þá kemur svar tilbaka já, Love Island, ég líklega með doktorsprófi Love Island Tengi, þú veist, ég svona eins og þetta þína, ég þú veist, og þessi nefndaðinn, ég með doktorspróf í örugglega öllu raunveruleika sjónvarpi sem til, ég sko raunveruleika sjónvarpsfanatik Arnar þar og sérfræði þekkingu þína og þú veist, og þú veist, ég búin gjörsamlega með allan Housewives katalógin, allar borginnar þú veist, meiri segja spin-offin í hinum löndunum og þú veist, allar seríunar ég búið með þetta allt saman, ég á mér uppáhald Dallas fucking brilliant, fyrir utan Jersey reyndar Jersey og Dallas, þetta svona, þar eru, þú veist þetta er líka sko glatað, sko því ég fíl ekki raunveruleika þætti og ég hef hort á Kardashians og Survivor og that's it bara. En þetta er glata tækifæri bara fyrir félagslífið. Þú veist, bara ef maður er inn í Real Housewives og alls konar svona þáttum, þú veist, þá er maður bara með aðgang að einhverjum bara ótrúlega skemmtilegum félagskap. Herðu, nú fyrir Love Island að byrja, þú veist, sumarsísonið. Sko, ég geti þetta fólk ekki, fyrst þetta svo fræðilegt fólk. Nei, nú er það ykkar skylda sem þú veist, popdoktorar, að þú veist, að
að horfa með mér á Love Island og við ætlum að hittast hérna á nokkra þáttafresti og við ætlum að greina hvern einast þátt, karakter og allt það. Þú veist, að því að þetta er stórkostlegt efni. Þetta er bara fólk í samskiptum. Það er engin símar, þú veist, þetta er bara fólk að eiga í samskiptum með eitthvað svona, þú veist, rómantíska, svolítið næfa hugmyndum að finna ástina, þú veist, og þetta er eitthvað svona, þú veist, og svo er þetta bara eitthvað svona, þú veist, horny úlingar og þau eru bara eitthvað svona, þú veist, að hömpa hvort annað. Við erum kennarar, við sjáum nóg af því. Búblu og þú veist, þetta er bara svona, þetta er brilljant. Sá sem að, hérna, þú veist, einmitt, tók ákvörðun að, hérna, monetæsa þetta þú veist, algjörlega líka fucking brilljant. Af því að þú veist, þetta er bara eitthvað svona, þetta er bara það sem gerist á, þú veist, kaffibarnum, hérna, þú veist, allstaðar. Bara, þú veist, einhvern veginn svona, en samt svona glamúriserað. Ég sá aðeins þarna Housewives of eitthvað skýri rétt fyrir á Manchester, eitthvað svona, Cheshire. Já, Cheshire, og það var mikið svona fótbolta, hérna, Já. Wags. Já, og það var mikið þetta, ég bauð henni í partíið, og hún mætti ekki. Þetta eru konfliktanir, sko. Ég ætla aldrei að það er litla sem ég séð af hérna Real Housewives og það er bara amerískt, en það var líka þetta ég bauð inn í partí. Jú, svo sá ég eitthvað svona smá ástralstri, ég var í Ástralíu og það var líka, ég bauð inn í þetta barnaamæli veislu útskrift eitthvað og hún kom ekki. Þetta er stórt, maður býður í partí og fólk mætir ekki. Það verður mjög sár. Þú veist, og bara, þú veist, hefði ég áhyggjur þínar, hérna, frú Cheshire, þú veist, þá bara, þú veist, væri allt svo auðvitað auðvelt, en þetta er í alvörunni, þetta er það sem það snýst eða eitthvað svona keypti eins buxur eða þú veist hérna, frægustu rifrildin er eitthvað svona þú veist á milli kvenna sem eru eitthvað svona tengdar henni sem er fjölskylduna þú veist og það er eitthvað svona þú veist bróðið þinn elskar mig meira en hann elskar þig eða eitthvað svona og það verður eitthvað svona en verður ekki reið yfir því að þetta þú veist mér er stórkostlegt að sjá fólk bara vera umulegt já þú veist já en það er líka eitthvað svo frelsandi. Ég held líka að því að heimurinn er að mörgleiti, þú veist, harmrænn og fáránlegur, þá er þetta, þú veist, þetta er ákveðin aftenging líka. Að geta eitthvað svona dottið inn í heim. Já, ég skil að fólk þurfi það. Þú veist, fólks sem, sko, og þú veist, og það sem er líka raunveruleika sjónvarp er sko mesta rangnefni ever, af því að það er ekkert raunverulegt, einhvern veginn við það sem á sér stað, nema konfliktin og kannski, þú veist, interaktionið þetta er samt allt svona stílisera, það er eitthvað pródusant sem segir eitthvað, heyrðu hvað fannst þér að hún hérna, Didda Smith hún hérna, þú veist, mætti ekki partíið þitt ræði það þú veist, og hérna og það er, þú veist mér líður alltaf eins og þetta sé, þú veist, atriðin í klámynd áður en að kynlífi byrjar já, svona já það er góð lýsing og hérna, ég ætla að fara það var reynda geðvögt raunveruleika svar hittist á skrifstofunni minni 3:00 já, nei, þú veist, það er brilljant raunveruleika svar bara þetta hvað tala fólk á setti svona áður en að það, þú veist, það skýtur eitthvað svona grófa kynlífsenu já, ég veit ekki ég vil vita það ég veit ekkert en þú veist að því að við tölum að þessum Sabrina Carpenter þá hérna sáu hana á þessu mómenti þar sem að hún hérna smánaði bara hérna arabíska persneska heim með því að hérna þú veist að svona gera grín af hvað heitir þetta hérna sakrúta sem er hérna já því einhver gerði það eitthvað svona upp á svið ég meina akkur ætti hún að vita eitthvað rosalega mikið þú veist en akkur en maður lætur ekki svona samt ég held að hún sagði bara hún heyrði ekkert hvað var að gerast já hún er bara með einhver stikki í eyrun nei og þeir eru að verja Sabrina hvert nei ég meira bara ég nenni ekki mér er bara alveg sama að þetta fólk segi fokki upp já hún reyndi bara stafsökunar hún gerði það já og líka bara hún er bara undir þú veist að vera að performa ég meina það er alveg álag og hún er ekki í einhverju aðstöðu til að gera allt fullkomið en ég meina hver veit ekki hvað þetta er samt, þú veist bara ertu búin að búa undir steini hún býr í Ameríku, það er undir steini já ég meina þú veist það er alveg svona þau veit ekki neitt sem er að gerast í heiminum tölum frekar umslagið hennar sem ég veit eiginlega ekkert hvað mér á að finnast komdu með þetta umslag þar sem hún er á hnjánum og það er maður sem stendur yfir hún og ríði hárið á henni er þetta gott eða er þetta vont og ég meina þetta sé empowering hún já, hún hefur sett það já, mér finnst
sko bara mér persónulega ég var svona þegar ég sá það en bara Já, hún myndi segja það. Já, en en hún bara gerir það sem hún vill. Hún sko Sabrina Carpenter finnst mér oft pínu sniðugt af því að hún vinnur svo mikið með húmor í einhvern veginn sínu öllu og er mjög svona tongue in cheek einhvern veginn í textum og svona en hún er ekkit ég er líka ekkit í henni að hlusta á hana en ég veit ekki, mér finnst þetta persónulega ekki empowering en ég er líka löngu búin að læra það að stundum er ég bara með ókslega gamaldags hugmyndir. Þú veist, so over it, einhvern veginn. Já, þegar pínu. Þú veist, Kristína Aguilera gerði þetta, ég hérna Dirty, þú veist, þegar hún var með hérna Redman og það sást í rassin á henni. En mér fannst, en þá var ég líka over it. Og þá var maður bara, Já, en þannig er ég úlingur. Sko. Já, en þá var ég líka over it út af því að ég var búin að sjá Madonnu og hún var einhvern veginn búin að hún eiginlega toppaði allt sem toppað varð. Mér finnst líka athyglisvert sko, þú veist, þetta boring hérna, þú veist, hérna undanfærin 5-6 ári er ég búin að sjá allar þessar, Katy Perry hérna, Sabrina Carpenter, Taylor Swift og svo framvegis, það eru allar í húðlituðum hérna netsokkabuxum og háhæluðum sko. Mér er svo Laufey. Þetta er alltaf sami búningur. Já, þetta er dansarasokkabuxur. Alltaf. Ég veit að þetta er boring. Þetta er smá svona eins og skautabúningur ykkur. Þú veist, þetta er eitthvað svona, það er svona smá frins, smá glimmer, smá hold. En það er líka annað áhugavert. Það er Taylor Swift sem ég finnst alveg ofsalega boring og alltaf verið að gefa út sömu plötuna aftur og aftur og á einmitt í mjög óheilbrigðis eða aðdáendur hennar finnst mér í mjög óheilbrigðis sambandi við bara heiminn. Nei, við hana vegna þess að hún er alltaf að endur útgefa og hérna endur útgefa og endur hljóðblanda og búa til endur vinna efnið sitt aftur og aftur og 17 litir á vínilinum og selja. Já, og ég meina sjófið hennar, þannig bara, þú veist, þetta er risa fokking, það sem hún var bara performer sem og örgulega rosa flott og örgulega rosa flott og allt það og ekki þannig, en ég er svona mér finnst þetta vera boring. Sammála. En ég er líka pínu sammála með Sabrina Carpenter sem boring og mér finnst oft svona að þessi svona ég var smá leiði verið að finnast hún boring sko. Já, en bara kast líka bara þessi þú veist þessi svona yfir sexualisering þetta er ekki frumlegt. Síðan er hún gift einhverjum, þú veist, Midwest Buffy þarna NFL hérna og einhverjum trumpista sko og það er þetta annað hver maður í bandaranum er trumpisti, skulum ekki gleyma því og hérna og Lana Del Rey, hérna mín manneskja giftist einhver krokodílagæt hérna frá Louisiana og bara halló Arnar, þú ert að missa pointinu. Hann er krókódílatemjari. Og ég er öðvinsjúkur. Ég bara, þú veist, vá. En ég skilu því, sko, ég elska Lana Del Rey. Já, ég á skrýtnu sambandulunu Del Rey. Á ykkur tímpúti það gerð grínaði heima á mér, kallaði hérna Leimu Del Crap. Það var svo ógeðslega pirruð á ykkur blötu. Leima Del Crap. Ég held ég hef náð henni á akkurat réttum tíma fyrir svona 10 árum. Já. Hún er svo góð. Það var einmitt fyrir svona 10 árum, þar sem að, þú veist, þetta var rosa mikið spila heima hjá mér, bæði, þú veist að hérna, þú veist, þá er samfélis manni mínum, þú veist dóttur hans sem var unglingur barninu mínu sem var, þú veist, 9 ára eða eitthvað svona, og ég var að verða geðveik á þessari plötu, sko. Já, var það alltaf vælega. Það er ekki gaman örugglega að hafa hann í gangi en mér finnst nýju lögin hennar svolítið fyndin. Ég er ekki að fylgjast þessum ekki með henni. Mér finnst þarna, þú veist, þetta er eitthvað svona eccentric, eitthvað svona, þú veist, þetta er eins og svona hvernig getur hún er að fara núna út í smá sko, já, ég er með þráhyggju fyrir já, ég heyri það og ég er með þráhyggju fyrir Lana Del Rey og hérna hún er að, þetta er svolítið merkilegt hún er að einhvern veginn að uppfæra Tammy Wynette fyrir nýjar kynslóðir og er að fara í svona soft country og hún er í svo mikið svona Southern Gothic hérna blæti alveg. Og ég hugsaði bara, ég var að fylgjast með blætinu koma. Krókódílatemjari. Já, ég svona, ok, og síðan hugsaði, síðan voru ykkur tónleikar auglýstir og ég hugsaði, hvernig ætlar hún að spila þetta? Það var búið að ýja að, þá bara búið að setja svona suðuríkja Ports House á sviðið og hún mæti bara svona Southern Belle 1932. Já. Bara, halló, hún fer með þetta alla leið, sko. Og þú veist, og það er eitthvað svona, þú veist, þetta er svo, þú veist, hvernig er þetta að lýsa þessu? Þetta er svo svona, þú veist, undirspil í, þú veist, eitthvað svona nornamynd frá, þú veist, 1960. Já, og nýja Litsjan-vídeóðunar. Já, þú veist, þetta er svona, þú veist, það er eitthvað svona, það er
læknahljómur og það svona, þú veist, eiginlega eins og nornaslátur. En það er svo áhugavert. Og eitthvað svona, jú. En það er svo áhugavert í Bandaríkjunum. Og maður bara, hvað er þetta að gera? En það er svo áhugavert í bandarískum kúltúr, hvernig konur, og þetta gildir bara mjög margar frægar, svo Beyoncé og fleiri, að þær beygja sig undir eiginkonu hlutverkir alltaf. Og þetta bara í kvikmyndum og ég man eins og Friends, hvar sem þá einhvern veginn æðsti draumur hverja konur að gifta sig 100% af því að sko og kallinn og svo takaði nafni kallins og þetta var svona dítúr af því hún var búin að gefa út 2-3 svona soft tamívinni vettlög síðan kemur þessi sirkus þarna bara gothic voodoo eitthvað svona fríkist tífúlítónlist þú veist en í vídeónu þá er hún að hræri pottinum og textin bara með langar svo mikið til að elda fyrir þið mat og eitthvað svona tratvæf komment, ég veit það ekki goddammit, já því við bara hlusta mér á Nýkapp ég elska Nýkapp þeir eru komin í að plötu núna þátturinn allir því að ég byrjaður með og hættur með Lana Del Rey er það niðurstaða? Herðu, mér finnst bara ótrúlegt að hafa ná að snúa gera þið aðfug og leimu del krabb og þú veist og koma þér á J-vagnin sko, það er bara það eina sem að ég sagði ykkur það, þetta er hótel sem ég ætla að deyja á sko. En Helga Þóri Arnar Eggertsson er búið að vera frábært að spjalla við ykkur við þurfum augljóslega að gera þetta oftar tala bara poppið og það sem er að gerast í dag af því að það er skemmtilegt og þetta er bara búið að vera mjög gott samtal. Og svo glemdu við að tala Strokes. Herðu, við glemdu því 100%. Það var næst. 100%. Takk hérlega fyrir komuna og doggi við það meira hér handa við auglýsingar. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.